Komið sæl. Eftir bjartviðri undanfarna daga þá var nú svona öllu þyngra yfir hér hjá okkur á suðvesturhorninu í dag og náðu nú að gera lítið þáttar úrkomu til að mynda hér á höfuðborgarsvæðinu nú seinni part dags. En svona veður þó nokkuð milt og hiti fór í 18 stig og bæði á vestur- og norðurlandi og hæst fór hitin í 18,3 stig á Reykjum í Fnjóskadal. En við erum með lægðir hér suður í hafi sem eru nú ekki að hafa beina áhrif hér til hans nema það bara áttin austlæg eða norðaustlæg og verður það í rauninni svona meira og minna áfram. Lægðirnar þær fikar sig allar hér í átt að Bretlandseyjum eins og við sjáum. Fyrst sú sem hér að nálgast á morgun og svo kemur önnur hér inn annað kvöld inn í þetta kort og hún fer einnig til austurs yfir Bretlandseyjar. Svona sæmilega milt allan að það sem allan að svona á sunnan- og vestanverðu landinu. Það hefur verið töluvert lægri hitagráðunar þá út yfir norður- og austurströndina en það svo sem ekki mikið sem að breytast í þessu hér hjá okkur til morguns á hitasviðinu. Getum átt von á álíka hitatölum á morgun sem og í rauninni næstu daga. Og við lítum aðeins nær og þá sjáum við hér að það svona blámi yfir hér miðju landinu cirka frá suðurströndinni og norður á Tröllaskaga og það svona þessi örlitla úrkoma sem við fengum í dag og við sjáum að það ennþá svona getur myndast úrkoma á stöku stað á morgun en svona heilt yfir verður þó aðeins bjartara hjá okkur bæði á Vesturlandi og það getur einnig rofa til í þessu þá á norðausturhorninu. En hvað varðar gasmengun frá gosinu að þá gerir spáin ráð fyrir að þetta verða þessa leið á morgun. Það verður svona norðvestlæg átt í þessu þannig að gosmóðan eða gasi leitar þá til suðausturs og svo einnig að sjá að þessi hér eldri leifar sem verði staddar við Eyjafjöll og ná jafnvel til Eyja. En klukkan 15 á morgun þá verður veður á þessa leið og við sjáum að það norðlega eða breytileg átt á landinu. Við erum með svona smá lægðabólu yfir landinu miðju. Breytileg átt yfirleitt þetta 3 til 5 metrar á sekúndu og vantarlega bjart veður að mestu leyti hér á Vesturlandi. Og eins og áður sagði getur rofa til í innsveitum fyrir norðan. Öðru verður meira og meira skýjað og við getum átt vona úrkomu þá sérstaklega inn til landsins. Hitatölur, við getum verið að sjá þetta svona 18-19 stig á morgun og sennilega verður þá hlýjast á morgun á Vesturlandi og næstu dagar þar á eftir það sem fyrr lítið breytingar. Þriðjudaginn er nánast endurtekning á morgundeginum, kannski heldur meiri óstöðuleiki og meiri úrkoma í skúraleiðingu hér sunnan jökla á þriðjudaginn en að öðru leyti mjög svo svipað veður og við förum síðan svona nokkuð hratt yfir þá sjáum við það ákveðlega lítið að gera sjá okkur. Þetta er pollrólegt veður og við fáum jafnvel víðar sólríkan dag á miðvikudaginn og á fimmtudaginn þá nú svona að sjá að það geti gert skúrir víða sunnan og vestan til á landinu en smá saman mun rofa til á norðausturhorninu ef að spáin mun ganga eftir. En eftir frábæra sumartíð fyrri hluta sumarsins í Skandinavíu og Bretlandseyjum og þá hefur svona aðeins hallað á ógjafahliðina hjá þeim að undanförnu og það morgundagurinn verður engin undantekning hvað það varðar. Rigning eða skúrir nokkuð víð á hitatölur í lægri kantinum og við erum að leita suður að Miðjarðarhafi eða á Balkanskagann eða jafnvel hér til Tyrklands til þess að fá virkilega sumarhitatölur og sólríkt veður og það sama við Íberíuskagann. Þar verður hiti vel yfir 30 stigum svona víðast hvar nema þá í Portúgal þar sem hann verður öllu þægilegri eða í kringum 25 stigin. Hitinn allar að verða nokkuð víða yfir 30 stigum á Kanaríeyjum á morgun og sólríkur dag og þar í vændum og endur síðan heimsyfirferðina hér í Norður-Ameríku þar sem það búist til þrumuveðri á sléttunum miklu sem og sums staðar við austurströnd Bandaríkjanna. Þetta er gott að vera í dag.